Call your girlfriend. It's time you had the talk. Give your reasons. Say it's not her fault. But you just met somebody new. Tell her not to get upset, second guessing everything you said and done. And then when she gets upset, tell her how you never meant to hurt no one. You just tell her that the only way her heart will mend is when she learns to love again. But it won't make sense right now, 'cause you're still her friend, and that you let her down easy. Call your girlfriend. It's time you had the talk. Give your reasons. Say it's not her fault, but you just met somebody new. Don't you tell her how I give you something you never even knew you missed. Don't you even try to explain, it's so different when we kiss. Don't you try even try to only way your heart will mend. Never ever love again. But it won't make sense right now, 'cause you're still her friend, and that you let her down easy. Call your girlfriend. It's time you had the talk. Give your reasons. Say it's not her fault, but you just met somebody new. And now it's gonna be me and you. Lítur vel út. Unnsteinn, hún rúllaði þessu upp. Já, og sko, þetta bara, þú tókst það sem við gerum á æfingunum og fórst með það svo miklu lengra og að ná sko að koma túlkunin inn og að leika sem með slauffötun á sama tíma. Það er mjög erfitt, en þú lést bara eins og það er svona ekkert fyrir því og ég bara hef áhyggjur á honum Gauta þínum eftir þetta lag. Það var alveg geggjað sko. Ég held við klöppum bara fyrir því. Helgi, hún var flott. Bara eins og áður sko, þú bara vorst að gera þetta frábærlega og mér finnst túlkunin mjög flott og greinilega hefur Unnsteinn og Logi þeir hafa allavega segjast þeir hafa verið að vinna með það og það er greinilegt. Það er að skila sér sem er mjög flott. Svo finnst mér sko, það er eitthvað svo yndislegt sko, þú ert svo einlæg í þínu flutningi og það er svona viðkvæmni til dæmis í þessu rólegu lögum sem að maður verður alveg bara svona, maður finnst allt vera brothætt sko í kringu því og mér finnst það virkilega fallegt að ná því og svo náttúrulega bara varstu líka svona á dýpri tónunum þá ertu með líka mikil blæbrigði sem er frábært, þannig að bara flott. Yndislegt. Sakka. Já, ég var alveg dáleitt á þessum flutningi. Það er einmitt svona eins og, þú veist að segja, það er svona eitthvað brothætt svona, eða svona, þú ert svona petít og svona, en samt með svo stóra nervuru. Og þá sekkur maður svo inn í flutningin hjá þér og ég hef gert það í síðustu skipti sem þú hefur komið fram á þessu sviði. Og einmitt að þú segir við þig að þú getur þetta áður en þú fer á svið, þú bara svo sannarlega getur þetta. Svo innilega.
Svala. Já, með rosalega fallega rödd. Ég vissi það alltaf að þú myndir fara mjög langt, sko, alveg frá því ég heyrði því í blindpröfunum. Þú ert með rosalega sérstaka rödd, hún er tær, þú ert með sérstakan tón, maður heyrir það leið og þú byrjar að syngja þá veit maður að þetta er Rebekka að syngja. Og það er rosalega mikilvægt að hafa það þegar maður að fara út í tónlistarbransan, að vera með sitt eigið sound og þú ert með það. Mér finnst þetta virkilega fallegt, alveg æðislegt. Gefum henni gott klapp, Rebekka Blöndal.